ÍR Káa Þór, það var nokkuð þægilegu sigur. Sara Dögg Hjaltadóttir, hún hefur greinilega eins og þið voru að koma inn á áðan, hún eflist með landsliðsverkefnum og hún er náttúrulega búin að vera eitt jafnbesti leikmaður deildarinnar og hún var með 12 mörk í þessum leik, sko, réð ekkert við hann og frábær lík í vörninni. Enn eitt skipti með 12 mörk. Já, Það er uppáhalds. Já, hún bara frábær. Þetta var svona, einmitt, þetta var einhvern veginn allan tíman bara ÍR megin og... Já, og svona 2-4 mörk yfir, mest allan tíman sjáum hana bara hérna. Þetta var reyndar, og þetta er ekkert auðvelt, sko. Ég spurði hvort að Jens Bragason hefði gert þarna, en það er Var í þægilega skotfæri Jens. Matthildur Lilja var líka góð og ÍR-liðið er náttúrulega að berjast við Haukana þetta 3. sæti og Matthildur var að stíga upp líka, sóknarlega. Já, sóknarlega, búin að vera flott í vörninni og er að koma með framlag núna. Já, hún átti mjög góðan leik og hefur einmitt líka verið einn af þessum leikmönnum sem er að vaxa og ÍR-liðið þetta bara í heild sinni að vaxa og er búin að eiga frábært tímabil og geta byggt svo sannarlega á þessu tímabili bara fyrir næsta ári en líka bara, ég meina, úrslitakeppnin eftir og... Þær geta alveg gert einhver hluti. Já, alveg ekki spurning, og eru með góða leikmenn, hvað eru með 3 landsliðskonur hérna og þú veist, það þurfa, þú veist, núna aðeins að halda áfram að bæta leikinn fram á úrslitakeppni og fá leiki sem fá lið sem er búið að hvíla eða fara ekki inn á fyrsta ránd, þannig að það eru alveg möguleikar þarna.